Góðan dag. Ég eins og þið ættu að vita, supersmart. Og eins og þið ættu að sjá, það verður meira hár en áður. Það er gaman. Og síðan er ég líka meira góðan en áður. Það er líka en í dag ætlum ég að gera eitthvað skemmtilegt. En er æðislegt veður í dag. Rok, snjókoma og svona rétt frostmark, rétt undir held ég frekar. Og kjör aðstæður til að gera svona skemmtilegt myndband. Eins og ætti kannski að tekið eftir, það erum við nýja hárgreiðsludag og ég ætla að tala við ykkur um það hvernig hárgreiðslur geta skipt máli í lífinu. En til þess þá ætla ég samt bara að tala um það hvernig getur fengið góða hárgreiðslu. Þið sáu þetta ekki. Til að byrja með þá getur þið bara gert eins og ég hef oftast gert, bara alltaf fylgt í hárinu á okkur. Það endar vel, oftast. Síðan getið þið notið hvernig fólk gerir þetta líka. Þá getið þið fengið einhver svona fróðlegri hárgreiðslu. Og ef þið eru kvenfólk þá er þetta einhver eðlislægt. Svo sjáu þið hárið á mér núna. Það er slegt. Ég ætla ekki að leyfa ykkur að víta og líka niður mig. Það er svona meira upp. En nú er ég að ganga að staðnum sem að ég hef það sem alltaf bara verið á. Og þar mun ég gera eitthvað mjög skemmtilegt. Eða ég ætla að leyfa ykkur að velja hvort ég geri eitthvað mjög skemmtilegt eða eitthvað mjög leiðinlegt. Ég ætla að leyfa ykkur núna að velja á milli þess hvort að þið viljið gera eitthvað skemmtilegt eða leiðinlegt. Þið megið velja núna. Síðan þegar þið búin að með myndbandið, þau myndbönd, þá haldið þið bara áfram mitt myndband. Gekur svona 10 sekúndur. Svona, fínt. Og sko, síðan eins og allir vita, það eru aspir æðislegar. Þannig sjáum við eina, ég sýndi ykkur hana í ýmsum aðstæðum, meðal annars myrkri. Það var mjög gaman. Og þannig eru fuglar. Fínir. Og já, það er margt skemmtilegt. En að lokum ætla ég að kenna ykkur orð dagsins. Ég veit ekki hvort það hafi komið áður, ég efast það. Ef það komið áður, þá bara kemur það aftur, annars kemur það í fyrsta skipti. Og orðið er snjókoma. Og snjókoma er þetta veður sem er núna, þannig að það kemur snjór úr skýjunum og flýgur til jarðar, fellur til jarðar, það flýgur ekki til jarðar, þetta fellur til jarðar út af þyngdaraflinu. Eitthvað gaman að vita, en þá er ekki meira í dag og ég ætla bara að kveðja ykkur. Bless!